Var 9-7. Herru, verður kurteis. Ég sagði ekki neitt dónalegt við þig. Það er algjör óþarfi að detta í þetta. Þú þarft ekki að dóna.
Tilmæli frá Reyni og Tilmæli. Óvartökin eru líka. Ekki Lísa. Ekki að kvarta í ofn.
Já, ég verið velkominn á Víkingur TV. Vegna tæknilegra orsaka þá gátum við ekki haft lýsingu í fyrri hálfleik, en það ætti að vera komið í lag. Hallur Magnússon, formaður deildarinnar, steig upp og græjaði það. Staðan þetta 17-16 fyrir Herði. Og Sverrir með frábæra vörslu. Harða liðið, þetta er svolítið óhefbundið lið, spila aggressíft og svolítið villtan handbolta. Framalega vörn og þeir eru mjög litríkir og innan sem utanvallar. Bekkurinn lætur vel í sér heyra og starfsteymi. Þetta verður þolinmæðis vinna fyrir Víking núna hér í seinni hálfleik. Daniel Veil kominn hérna næstu í gegn, en góð vörn. Og Sverrir vel, Arnar Gauti fyrstur upp, þetta mótt koma langur bolti. Að sjálfsögðu Jóhannesberg dribblar hann upp, engi fer í hann og það var bara að láta vaða. Gott mark. Víkingur afturkomnir yfir 18-17. Fótur réttilega dæmdur. Sverrir með langanu, en hitt ekki á Arnar Gauta. Sverrir er oftast með mjög fína bolta upp völlin, en brást þarna bóðalistinn. Algjörlega frábært að fá Hörð inn í þessa deild, fyrstu deildina. Rífandi uppgangur fyrir vestan. Þeir eru með 5 útlendinga á mála hjá sér. Það er ljóst á næstu árum þegar munið er ætla sér enn stærri hluti. Daniel brennir hér af upplöfu færi í horninu. Daniel er fæddur 2001. Ungur og efnilegur íþróttamaður sem að íþróttagreinarnar fyrir vestan slógust um. Fótboltinn og karvan, hann var ákaflega efnilegur þar líka. Já, skref dæmt á styrmi. Það er ekki alveg viss með þetta, þetta var og Sverrir með stórkostlega vörslu, svokallaða sjónvars markvörslu. Já. Og þarf að fá flæði á boltan og fá opnun. Minka niðurstungur, láta hann vinna. Stólinn bolti hérna hjá leikmann nummer 8. Þjálfari harðamanna Carlos Martín Santos, ákaflega líflegur og lætur vel í sér heyra. Mikil ástríða í hans störfum. Já, Víkingar fara hérna í
svo kallað Oleg kerfi. Miðjumaður leysir inn og kemur rykking frá línumanni og Styrmir með mjög gott mark. Staðan orðin 19-17 og það bara að halda áfram að bæta við forskotið. Jói stelur boltanum hérna. Að sjálfsögðu 20-17. Harðamenn ekki alveg mætti til leiks í seinni hálfleik og líkast tjáning þeirra er ekki upp á marga fiska. Carlos Martin tekur leikhlé. Þetta er ekki endilega spurning taktíki á þeim. Þetta er aðalega bara mæta klárir í huga og líkama. Áfram höldum við eftir leiklið 20-17. Markaðasti leikmaður Harðar, Reivis Korbunovs hér á miðjunni. Ólafur, það er ekki gott að lenda í römmunum á Óla. Fari í Kairó. Hjalti ógnar hérna, já. Jói kemur á blendi liðina. Arnar Gauti kominn fyrstur upp, frábær sendingur á Sverri og að sjálfsögðu skorar Eyjamaðurinn. Arnar Gauti er ákaflega lunginn að stela metrum og góður hraðalöpsmaður. Les leikinn vel. Arnar Gauti er einmitt að þjálfa yngri flokka líka og stendur sér mjög vel, verið að gera virkilega góða hluti. Allt annað að sjá til Víkingana núna strax í upphafi seinni hálfleiks heldur en í fyrri hálfleik. Og virkilega gott mark hjá Andis Kusnes. Já, Logi Snædal kallar hérna Oleg aftur. Það er miðju innleysing og Óli Rikkir. Þetta er kerfi sem gefur oft fínar opnanir. Og aftur dæmaður skref á Styrmi. Þetta á ekki að geta gerst. Að fá á sig skref tvisar með svona stuttu millibili. Hugsanlega réttur dómur að ég hygg. Þráinn Arnaldsson með ótíðanbært skot.
Já, Jón Ómar hér á miðinni. Já, réttu dómur. Guðjón Ágústsson stóð inn í teig og keyra hérna milli 1 og 2. Fá víti. Ára Reyvis Korpunum sem að skora hérna 21-19. Reyvis er hörku spilari og gæti vel spilað í premjunni. Hans fyrsta tímabil fyrir vestan. Logi fer aftur í Oleg. Nú þar Styrmir að passa svo skreifunum. Þeir verja hann ekki þarna, eins og sagt er. Virkilega gott skot hjá Styrmi. Beint upp í skeytin. Ungur markmaður hjá herði Stefán Freyr Jónsson. Ég þekki aðeins til foreldra þeirra, toppfólk. Þau Guðný Stefánía og Nonni Kassi. Vel spilað hjá herði. Og það er leikmaður númer 23, Endnis Kusnes. Góð stóðsending hérna með lausu hendinni, með veikari hendinni vinstri. Og hann klárar þetta vel. Já, þeir Víkingar halda líklegast áfram með Oleg kerfið. Og Stefán Freyr með fína vörslu. Staðan 22-20. 11 mínútur búnar að setja á leik. Já, keyra rætt upp núna, drengir. Já, enn og aftur halda þær áfram í Oleg. Það þarf ekkert að breyta því sem virkar. Það er nú bara þannig. Jói. Glæsilega gert, frábær klipping hjá Styrmi, vel tímasett. Og Jói þarna á auðum sjó og skorar. Og Reyvis fiskar hérna víti. Lettneskur leikmaður. Happa fengur fyrir Ísfirðinga. Og þá er það Óli Björn Viljámsson sem fer á punktinn fyrir harðamenn. Óli uppalinn Gróttumaður. Uppalinn á Seltjarnarnesi. Einnig spilað með KR. Og fluttist vestur fyrir 5-6 árum. Kynntist þar konu. Og var hann ráðsettur maður í dag. Já, áfram Oleg. Vel spilað á Stimma. Þarna á Jói að vera losan fyrnir í hornið. Fá þetta framhaldsspil. Virkilega vel losa á Stimma. Við þurfum að teygja betur á þeim. Já. Stimmi með góða sendingu, Óli klárar þetta vel í gegn klofið. 24-21. Rúmar 14 mínútur búnar hérna seinni hálfleik. Og Jón Ómar með
flott skot, gott mark. Gott skot hérna meðfram síðu. 24-22. Það er ekki sami æsingur í báðum liðum og í fyrri hálfleik. Það sem að mikið kvartað yfir dómgæslu og öðru. Svona aðeins meira jafnvægi í þessu núna. Jæja, nú fara þær í 5+1 hérna á Styrmi. Jói klárar vel. Já, harðamenn vildu fá ruðning hérna og ég verð að segja að þeir hafa sitthvað til síns máls. Sýndist hann standinn í teig en dómarinn vel staðsettur. Tateo, þetta er leikmaður nr. 9 á hörði frá Argentínu og Arnar Gauti kominn fyrstur upp. Já, þetta er hárréttur dómur. Jón Ómar brýtur hérna á leikmann í hraðalöpi. Þetta er bara skýrt í reglunum að þetta gerir maður ekki. Já, harðamenn taka markmann út af, spila hérna 6-6. Og Reyfis hérna á miðinni stjórnar umferðinni. Já, og Tateo svolítið í ákveðnu brasi. Hreyfingarnar hans pínu þvingaðar, ekki mikið mýkt í þessu. Já, óluleg blokkering. Já, jú, þetta er rétt. Taka fríkastið á réttum stað. Og loksins segi ég, þetta er þræl efnilegu línumaður hjá Herði en hann er búinn að vera svolítið ólöglegur í blokkuringunum framan af leik. Og það komið tímið að Ingvar dómari myndi sjá þetta. Ef að fólk tekur eftir á, notar hann svolítið hendurna mikið í blokkuringum. Og það er víst ekki leyfilegt. Og þá fer Carlos Martin Santos í leikli. Bragi Axelsson og Axel Sveinsson honum til fulltingis. Staða 27-22. Nú eiga bara okkar menn að klára þennan leik á næstu 5 mínútum. Bara komast í 8-9 marka forskot. Já,
Áfram spila harðamenn með markmann út af, setja aukamanninn inn á 6 og 6. Og farið hérna í Kairó hægri. Já, virkilega vel útfært hjá þeim. Kairó hægri með tjekkareyfingu og Reyvis kemur þetta fyrir aftan og skorar. Jóhannes svarar hæl. Harðalið eru svolítið gloppóttir varnarlega. Það verður að séast alveg eins og Þeir eru með fína sóknartilburði á köflum en eru búin að vera eins og vangjahörð hérna síðustu mínútur. Já, Daniel Veil kemur hérna fyrir utan. Og ágætis undirrættaskot hjá Endnís Kúsnes en Sverrir vandan á vaxinn sem fyrr. Já, nú eru harðamenn komaðir framan af völlin. Þeir hafa enga tapa en plássið fyrir aftan verður því bara ennþá meira og stærra. En virkilega fín viðleitni hjá þeim að allan að reyna eitthvað, koma fram að ráða og reyna að mölva leikinn upp. Já, Óli Björn lætur Sverrir verið frá sér og Guðjón Ágústsson skorar. Þetta hefur verið mikill styrkleiki á Víkingi í vetur. Það að fá þessi auðveldi mörk, fá þessi hraðalöpsmörk sem að þarf ekki alltaf að vera að puða á tegnum í uppstilltum sóknarleik. Já, og svo, já, 2 og 2 og Arnar Gauti að sjálfsögðu. Arnar Gauti reynir hér að fara í spinnerinn en skelfilegur snúningur hérna. Skjóta á markið er frasi sem að markið þjálfarar myndu væntanlega nota hérna. Já. Já. Ingvar dæmir hérna 2 mínútur og Ólaf Guðna. Þetta er bara rétt. Hann skellt honum hérna niður. Hann hefur bara átt að það leita allan ekki vel út. Hvort hann hafi aðeins kryddað fallið skal ósatt látið. Klára hjá þeim. Víkingar einu færri næstu 1,5 mínútuna. Rúmar 8 mínútur eftir leiknum. Staðan 30-24.
Já. Það kannski einhver smá vonaglæta fyrir Ísfirðinga. Mínúta í að þeir verið með fullskipa lið. Já, mjög skynsalegt hjá Gulla og Andraberg. Aðeins að fara yfir hreyfingar án bolta á móti svona framalegri vörn. Það tiltölulega auðvelt að gera tæknifélag á móti svona vörn ef menn eru ekki hreyfanlegir og eru ekki klókir. Það verður áhört að sjá hvort þetta varnarafbrigði muni virka hjá þeim. Já. Jói laus. Nei. Fríkast. Nóvari. Já. Nóvari ekki vitlaust að fara í eina innleysingu á móti. Og Daniel Veil klárar þetta vel. Staðan orðin 30-26. Rúmar 7 mínútur eftir að leiknum. Nú reynir á klókindi og jæja, fullskipa í liðum. Arna Gauti klárar þetta vel. 31-26. Já, Reivis tæpur á skrefum með það. Já, hér hefði verið hægt að dæma skref en það fóru aðeins í andliti á Endnís. Óli Björn skorar. Heldurum á lífi. 31-27. 6 mínútur eftir. Þeir halda hérna áfram með þessa framalega vörn. Þetta er algjörlega happa-glappa. Hvort þetta muni bera ávöxt. Stimmi með gott mark. Það farið í Kairo hægri. Og Daniel með frákastið og skorar hér vel. Daniel ákaflega öflugur og efnilegur leikmaður, svífur hérna vel og klárar. Topp hreyfigetu, góða vöðvaþræði. Og harðamenn fiska hérna boltan og þetta leit vægast að illa út. Engin ásetningur að sjálfsögðu en Gúndís er hér sárþjáður og biður skiptingu.
fengi hérna slæma byltu og Bragi Rúnar Axelsson ekki sáttur, aðstoðarþjálfari Harðar. Þetta er slæmt fyrir Harðarmenn að missa hann út síðustu 5 mínútur. Og Sverrir með fína vörslu. Já, jafnt í liðum. Nú reynir á að fá mikla hreyfingu á bolta, reyna að minnka niðurstungur. Jói eiginlega bara heppinn að fá ekki ruðning hérna. Og Harðarmenn stela boltanum. Mark núna frá þeim gæti opnað þetta alls svakalega hérna síðustu 3 mínútur. Já, slagt skot frá Reyvis, en Harðarmenn heppnir halda boltanum. Já, Gauji þetta er nú svolítið klaufalegt og styrpusolegt, verður að segjast, en Óli fiskar hérna gott víti og Arnar Gauti getur farið langleiðina með að tryggja þetta svona endanlega. Og hann gerir það, skorar hérna á Roland Lebedevs. Þetta er 2 mínútur eftir, þetta er komið í höfn. Já, Daniel með fínt undirhendar skot, en (34-28) enn eitt sigurinn hjá Víkistrákum. Þeir eru að tilla sér aftur í toppsætið, það sem klúbburinn vill vera. Margt ágætt hjá Harðarmönnum í dag, það verður bara að segjast alveg eins og er. Og eins og ég talaði um áðan, frábært að fá þá inn í þessa deild. Og vonandi heldur uppgangurinn fyrir vestan áfram næstu árin. Marino Gauti kominn hérna inn á, 17 ára stórskytta sem leikur með 3. flokki og liðinu. Já, Bjartur líka kominn hérna inn á. Já, rétt. Já, Jói of seinna losa sig við boltan og 2 mínútna brottvísun. Þetta verður að teljast seint fallegur sigur hjá Víkingum, en sigur er sigur og 2 stig eru 2 stig. Og
Yfir hverju þeir eru að kvarta veit ég ekki, þegar leikurinn tapaður, algjör óþarfi. Þið skilja það vel ef það var eitthvað í húfi hérna. Loka tölur 34-28 eftir að Harðamenn voru yfir í hálfleik. Fyrstu 10-15 mínútur Harðar voru ekki góðar. Það var það sem felldi á. En eins og ég talaði um áðan, Harðamenn í uppbyggingarfasa og vonandi heldur þeirra góðastar sem bara áfram og þeir þétta raðirnar og ná í fleiri sigra. Þeir eru komið 4 stig. En við þökkum bara kærlega fyrir í dag og lifið heil.